Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl, framundan líflegur þáttur af Suðurnesja magasíni. Farsinn Flóa á skinni komin á svið í frumleikhúsinu í Reykjanesbæ. Við kíktum á æfingu og ræddum við leikhúsfólk. Við heimsækjum einnig fiðlusmið í þættinum og heyrum í hljóðfærunum hans. Þau eru smíðuð úr timbri sem kom úr skipi sem strandaði við hafnir á Reykjanesi fyrir meir en öld síðan. Þá skoðum við öryggismál á Keflavíkurflugvelli en við byrjum í leiklistinni. Það ekki svo slæm hugmynd. Ég ætti að vera að deyja í höndunum á mér. Heyrðu, við byrjuðum að æfa í byrjun september. Þá voru pröfur og bara fljótlega kastaði hlutverk og byrjuðum bara á fullu svona, langar að segja kringu 10. september höfum við byrjað að æfa. Hvað eru margir leikarar? Við erum 14, eða þau eru 14. 5 stelpur og 9 strákar. En Flóa á skinni, þetta ekki dálítið gamalt verk? Jú, þetta frekar gamall farsi. Hann 112 ára, saminn 1907 og búinn að vera rosalega vinsæll bara allan tíð. Alltaf verið vinsæll, en passar hann alveg inn í nútímann? Hvernig búið að staðfæra eða búið að breyta eitthvað textanum? Leikgerðin þýdd af Gísla Rúnari. Og hann alltaf nútíma verið þetta þegar hann þýðir þetta fyrir 10 árum þegar Leikfélag Akureyrar setti þetta upp. Og Karl Ágúst leikstjóri, hann náttúrulega staðfæri þetta og svona nútíma verið þetta aðeins meira núna. Þannig að já, þetta svona nútíminn og þetta gerist á Suðurnesjum. Þetta náttúrulega farsi, það þýðir það að það einhver misskilningur í gangi og allt þetta. Þið búin að hafa gaman að því að taka þátt í þessu verki? Þetta rosalega skemmtilegt og þetta það allt út allt og sumum æfingum þó eru leikararnir alveg bara í rugli, veit ekki hvað þeir að koma inn á því að þetta svona mikið í gangi. Þú einu sekúndan að koma hérna og svo að fara út þarna og svo að koma inn þarna og þetta rosalega ruglandi en það gerir þetta eiginlega bara miklu skemmtilegra. Þannig að þetta heilmikið leikfimi að taka þátt í þessu? Já, mjög mikil sko. Já, mikil hreyfing á sviðinu? Já. En hvað það sem að gera það verkum að Flóa á skinni búið að lifa í öll þessi ár og alltaf verið svona sýning sem að fólk vil sjá? Hvað það? Geturðu ímyndaðir eða geturðu svarað þessari spurningu? Sko, þetta eru náttúrulega mjög skemmtilega karakterar og þetta náttúrulega misskilningur. Það bara stóra dæmið í þessu. Þetta bara einn misskilningur og annan og þetta bara risastór flækja sem að springur upp í loft. Og bara fylgjast með öllum þessum karakterum skapast og fylgjast með þeim gegnum sýninguna bara ótrúlega skemmtilegt og ég sem áhorfandi bara skemmti mig jafn mikið á hverju einasta reynsli. Þannig ég held að sé það, karakterarnir og bara sagan sjálf, hvað hún frábær. Það gerist alltaf því beinu sem að fara, þá finn ég til. Hvað? Eggjabökkunum, Stokkonum, heldur ég sé komið þá líka. Hvernig gengur að leikstýra þessu fólki á Suðurnesjum, Karl? Það gengur bara mjög vel, ég bara ofsalega ánægður með það. Og þetta skemmtilegur hópur, frábærlega skemmtilegur hópur og hæfileikaríkur. Svoleiðis að það alveg vandræðalaust. Það eiginlega, ég lærði nú leikstjórn einhvern tímann út í Bandaríkjunum fyrir margt löngu og mér var sagt, sá sem kendi mér þar, sagði mér að prófessor George Sherman hét hann, að leikstjóri ætti alltaf að taka eitt brjálæðiskast á æfingatímabilinu. Ég bara hef ekki fundið ennþá tækifæri til þess. Nei, þannig að þetta fólk bara svo skemmtilegt. Það bara svo skemmtilegt, ég bara næ ekki upp neinu skapi. Já, þú nærði ekki upp neinu skapi, en þau ekki þá bara dugleg líka að gera það sem þú ert að leiðbeina þeim? Jú, alveg einstaklega. Þetta alltaf svo frábær vinna þegar maður lendir á góðum leikhóp og góðum og hugmyndaríkum, framtakssömmum og sem hefur mikið frumkvæði og þá þetta bara ánægjulegt í alla staði. Nei, þetta fyrsta skipti mitt. Ég hef aldrei verið með áður. Alltaf langað en. Alltaf langað? Býtu, út á hverju komstu núna? Hvað gerði það verkum á þú
þorðir eða þorðir áður eða segðu okkur aðeins út af hverju, hvað gaf þér hugrekki til þess að koma? Ég hef alltaf langað til að leika síðan ég var krakki en ég hef alltaf verið hrædd við að byrja. Maður er alltaf hrædd við að byrja en núna ákvað ég bara hægt að láta að stoppa mig og bara gera það sem mig hefur alltaf dreymt að gera, sem að leika. Og hvernig búið að ganga? Það búið að ganga mjög vel. Þetta alveg ótrúlega gaman, sko. Fyrir fram úr væntingum, sko. Og hvað svona skemmtilegt við þetta? Það skemmtilegast eiginlega, maður ekki alltaf að gera það sama. Mér finnst alltaf gaman að gera eitthvað nýtt, alltaf að breyta til og það í þessu. Það er svo gaman að breyta til, maður gerir ekki alltaf eins. Sumir í golfi og ég í leikhúsinu. Þú ert í leikhúsinu? Hvað færðu út úr þessu, Hulda? Heyrðu bara ómælda gleði og maður fara að tjá sig og maður fara að koma fram og vera stjarna einu og eina kvöldstund. Já, nákvæmlega. Hvenær byrjaðir á þessu? Heyrðu, ég byrjaði fyrst 2012 var fyrsta sem ég tók þátt í. Ég tók þátt í jólasögu og bara, já, það var mjög skemmtilegt og svo hefur maður svona aðeins og svona undanfarin ár ég búin að vera í nokkrum svona í röð bara. Já, hvað var til þess að komst hingað að taka þátt í fyrsta sinn? Það var eiginlega meira kannski bara að því að dóttir mín langaði svo að vera með. Fóruð þið saman? Já, í fyrstu leiksýningu, í jólasögu, þá lékum við allar 3 mæðgurnar. Já, og ert þú ein eftir? Nei, hún svo, elsta var með mér í síðustu, hún var revíunni. Já. Og svo yngri hefur verið á svona námskeiðum og svona, hjá Guðný og öllu. Þannig að þetta í kvenleik. Já, þetta mjög skemmtilegu karakter sem að ég fæ að leika þarna núna og hún er mjög svona orka í henni, sko. Þetta mikil orkukona og svona skemmtilegu karakter. Jú, þetta þú veist, ég sé alltaf, hún einn góð leikstjóri sem sagði við okkur að leikhús væri líka líkamsrækt. Skiljum? Já, og ég bara hugsaði alltaf, mér finnst það mjög gaman, maður kemur og þess vegna er mikilvægt að búningurum hans sé alltaf svona eins þægilegur og mögulegt að því að þetta líkamlegt. Svo það maður að vera kvikkur í hausnum og þannig að Þetta heila leikfimi líka. Algjörlega. Þetta rosalega gefandi og ég held að sé fullt af fólki úti sem langar að koma og ætti að prófa og skora á að kíkja. Nú ert þú gjaldkeri Leikfélags Keflavíkur. Já. Hlakkarðu til að fara að selja miða á Flóa og Skinni? Já, ég get ekki beðið. Líka þegar maður er að leika í þessu. Þetta er svo ógeðslega gaman og ég vona bara með við hvernig okkur er búið að ganga núna undanfarið eins og með revíun okkar síðast, allir á Trúnó, að fólk haldi áfram að það er svona búið að vakna smá áhugi fyrir leikfélaginu hérna heima. Já, þeir eru búin að rífa upp alveg leikhússtemminguna í Suðurnesja, Já, ekki bara á Suðurnesju. rosalega mikið síðustu ár. Já. Sérstaklega frá Dýrin í Hálsaskógi. Já. Fórum þaðan yfir í Mystery Boy sem fór í Þjóðleikhúsið. Já. Svo kemur allir á Trúnó sem gekk alveg ótrúlega vel. Og nú þetta, og við erum alveg einstaklega heppin að fá að vinna með honum Karli Ágústi sem að gera alveg frábæra vinnu. Hvernig er að vera undir hans leikstjórn? Hvernig finnst þér? Það er ógeðslega gaman. Jón Bjarni, nú ert þú búinn að leika í mörg ár. Þú ert búinn að fá mikla þjálfun í leikhúsinu hérna, frumleikhúsinu. Mér langar að vita, stefnir ekkert á að verða atvinnuleikari bara eftir þetta allt saman? Eða dugir það þér að koma bara og vera með fólkinu og... Sko, ég stefni á að verða atvinnuleikari. Ég stefni á það mjög bráðlega að fara að læra. Og það verður rosalega leiðinlegt ef að maður fer, ég er að stefna nám sko úti. Og það verður rosalega leiðilegt að missa fólki hérna því að þetta hús er meira en annað heimili fyrir manni og það verður rosalega erfitt að skilja við það. En maður bara, ég vona að við fáum fleiri og fleiri inn sem að hafa svona brennandi áhuga og vilja koma og vera hérna í örugglega bara jafn mörg ár og ég er búinn að vera hérna. Manstu hvað var gamall þegar þú svona ákvaðst að fara út í leiklist? Það var bara síðan að það er eiginlega bara síðan ég man eftir mér. Þú veist, það er engin sérstakur aldur sem ég man eftir, en ég vissi alltaf að mér langaði að vera skapandi, eitthvað svona performing eða hvað sem er í kringum það, skrifa, leika, allt saman. Þannig að þú nærist í þessum heimi? Ég nærist á hlátri og öllu því. Já. Ég er það sjálfsveitskur. Og svo er þetta líka að hugsa okkur hinn, þú nærist sjálfur á hlátri og að heyra okkur hlæja að þér á sviðinu. Það er bara, þetta eru
að því að maður búinn að vera í áhuga leikfélagi lengi og þetta auðvitað sjálfboðvinna. Hlátur og klapp og allt þetta frá áhorfendum, þetta eru bestu verðlaun sem maður getur fengið. Isavia leggur ríka áherslu á öryggismál og að allt starfsfólk Keflavíkurflugvallar taki virkan þátt í að tryggja öryggi á vinnustaðnum. Til að efla þennan þátt var haldin öryggisvika á Keflavíkurflugvelli. Hilmar Bragi var þar með myndavélina. Öryggisvika ykkar hjá Isavia, hvaða viðburður þetta? Öryggisvikan okkar er það sem við gerum öryggismálunum svona heldur herra undir höfði heldur en við gerum vanalega. Öryggismál auðvitað það sem er svolítið innbyggt í DNA-ð á öllum í raun og veru sem vinna í flugiðnaðinum, hvort sem það eru starfsfólk hjá flugfélögum eða á flugvöllum eða hjá flugafgreiðslufyrirtækjum. Þetta hefur svo mikil áhrif á það hvernig starfsemin virkar og tiltrú farþegans á þessum flutningsmáta. Við hins vegar tökum okkur svona til, einu svona ári höfum við gert það fram með þessu og gert þessu sérstaklega hátt undir höfði í þessari viku. Við erum með skemmtilega viðburði sem eru þá skipulagðir af öryggisteymunum okkar og markaðsfólkinu okkar. Við reynum að fá sem flesta til þátttöku, búin til öryggisleika eins og við erum með núna á þessu ári. Við erum með svona fótdag eins og við höfum verið með hérna í dag, þar sem allir sem að geta og hafa tíma akkurat núna fara og leita að fóti sérstaklega. Þó svo að það sé eitthvað sem við gerum með þetta alltaf. En reynum að gera þetta svona skemmtilegan máta einu svona ári. Og hérna hafið þið verið að virkja líka starfsmenn annarra fyrirtækja, þetta er ekki bara starfsfólk Isavia? Alls ekki, af því að þetta eru auðvitað sameiginlegt hagsmunamál okkar allra. Og við getum sagt það ef einhvað fer úrskeiðis í starfsemi eins félags sem er með starfsemi hérna á flugvellinum, að þá snerti það orðspor flugvallarins sem heildar. Þannig að velgengni eins er velgengni allra og öfugt. Ég var aðeins verið að fylgjast með þessari viku hjá ykkur, það var til dæmis brunaæfing núna í vikunni. Það getur verið stórmál ef það kemur upp eldur í flugstöðinu til dæmis. Það auðvitað myndi vera það og það er líka eins og í því tilfelli þar sem við fáum Brunavarnir Suðurnesja til að vera með okkur að það hjálpar til þess að við verðum þá betri ef eitthvað kemst upp og við verðum betri, samskiptin verða betri og ef einhver agnúar eru í samskiptunum, því það er nú stundum það sem að vill bera út af að það vantar einhver staður upp á þar, að þá erum við búin að finna út úr því með svona æfingum. En svo líka, þetta er svolítið gaman að því líka að þetta brýtur upp hversdaginn, gerir þetta skemmtilega. Og þið hafið verið með vitundavakningu líka hjá farþegum. Þið voruð til dæmis að eiginlega bara leggja fyrir þá spurningar hvort þið vissu hvað væri vökvi. Það er auðvitað mjög skemmtilegt að gera það. Þá vekjum við þá til umhugsunar það hvað öryggi er á flugvöllum. Við fáum þá í lið með okkur, skýrum fyrir þeim hvað það er sem við erum að gera þegar við erum að skima þá og þeir eru að fara í gegnum öryggisleitina, hver tilgangurinn í þessu er. Þetta er ekki bara að tefja fyrir einstaklingnum og til þess að gera ferðalagið erfiðara, heldur er það til þess að tryggja öryggi hans og annarra. Og allt svona, það líka gerir ferðalagið skemmtilegar þegar við gerum þetta svona þennan hátt, en það eykur skilning til lengri tíma litið, engin spurning. Og svo þessi fót ganga hérna í dag, það eru ótrúlegustu hluti sem er að rata inn á flughlöðin og sem geta verið hættulegir flugiðnaðinn. Já, það getur verið það og við sjáum það að margir þessir hlutir eru að koma hérna frá starfseminni, rennilásar á töskum og þess háttar, jafnvel glerbrot. En svo er það líka hlutir sem að koma bara frá svæðunum hérna fyrir utan, fjúka inn fyrir girðinguna og geta þess vegna valdið skaða og slysum á fólki, en sérstaklega líka þá tjóni á dýrum verðmætum og einn lítill hlutur getur oldið mjög alvarlegu slysi eins og við höfum séð. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Jón Marinó Jónsson, húsasmíðameistari frá Keflavík, ákvað fyrir nokkrum árum að venda kvæði sínu í kross og fara í nám í fiðlusmíði á Bretlandseyjum. Jón Marinó starfar í dag sem fiðlusmíðameistari. Sálir og bassabjálkar í hljóðfærum Jóns eru úr timbri sem fannst borð í Jamestown skipinu sem strandaði við hafnir á Reykjanesi árið 1881.
Hljóðfærin sem hann hefur smíðað munu sameinast á tónleikum í Bergi í Hljómahöll föstudaginn 1. nóvember næstkomandi. Við hittum Jón og strengjakvartett á smíðaverkstæði fiðlusmiðsins. Mín kynni fyrst að þessum við voru þau að ég var með verktakafyrirtæki heim í Keflavík og þar fengum við að gera upp eldsta húsið í Keflavík sem heitir Þorvararhús og á Vallagötunni. Og þegar það var held ég 1992 eða 3 eitthvað svoleiðis og þegar við byrjuðum á verkinu þá var okkur tjáð að þetta væri klæðningin utan á húsinu væri úr þessu skipsstrandi Jamestown sem ég hafði aldrei heyrt á þetta minnst á þeim tíma En við þurftum að taka, því við fengum leyfi til að byggja við húsið, þá þurftum við að taka þarna einhverja 12-14 plankur húsinu og eigandinn ætlaði svo bara að nota það í stigan upp á aðra hæðið eitthvað eða þetta var góðu viður og en svo fór ég að læra fiðlusmíði og þá fór ég að hugsa þessa planka því að það var alltaf talað að það væri gott að geta fengið við sem að væri búin að hvað segir maður brjóta sig eða væri orðinn gamall. Í hljóðfæri, væri hann betri í hljóðfæri? Já, hann að því að viður þannig og þetta er greni sem er í framhlið á fiðlunum og það þannig að þegar að hann eldist þá verður hann harður og endanum náttúrulega eftir milljónir ára breytist hann í grjót en 100 ára gamall viður er orðinn svo harður að hann víbrar svo vel og hljóðið í þessum hljóðfærum byggist orðið mikið upp á víbringi. Þannig að mér var hugsað til þessa planka þarna þegar ég kom heim eftir fyrsta árið og fór ég til eigandans, hans Óla Ásmunds og spurði hvort hann ætti eitthvað búta af þessum plönkum sem ég geti fengið að skoða og hann sagði bara ég á alla þessa planka hérna ennþá og þú mátt eiga þá ef þú getur notað þá. Þannig að ég bara hringdi í pabba og við náðum í plankana og tókum þá heim og svo er ég búinn að vera að nota þetta til þess að smíða úr búinn að ná að smíða nokkrar framhliðar á fiðlu en hef aðalega notað þetta í bassabjálka og sálir sem að kalla þeir En hvernig er þessi markaður ef ég spyr svona viðskiptaspurningu eru tónlistarmenn á Íslandi, tónlistarfólk að kaupa í hljóðfærabúðum eitthvað sem kemur frá útlöndum eða er það að koma til þín eða er þetta svona bæði og? Þetta er bæði og. Það er rosalega mikið, þetta er náttúrulega fyrir það fyrsta, þá er Ísland rosalega lítið í stóra samhenginu. Það var alltaf talað í skólanum að það þyrfti 1 milljón manns fyrir einn mann eins og mig, svo einn maður eins og ég myndi þrífast Já. Og en ég hef verið svona þokkalega lánsamur að geta selt eitt og eitt hljóðfæri en svo er ég náttúrulega að sinna viðgerðum á hljóðfærum og það er í rauninni svona lifibrauðið í þessu. En svo koma svona kúnnar eins og Vigdís Másdóttir sem keypti mér þessa víólu, hún datt bara inn og varð ástfangin að þessu hljóðfæri og þannig að ég næ að selja svona, ég segi kannski ekki alveg 2 hljóðfæri á ári en kannski 1 hljóðfæri á ári. Já, þetta er ekki meira? Nei, því miður. Af því að ég gæti smíða 10 fiðlur á ári ef ég gerði ekkert annað en að smíða fiðlur. Já, ok, þetta er svo tímafrekt. Þetta er dálítið tímafrekt, já. Þetta tekur svona, smíðin sjálf smíðin á hljóðfærinu er 5 vikur. Síðan er lökkunarprósess sem að tegir sig yfir svona 2,5 mánuð. Síðan kemur þessi hugmynd hjá þér og ykkur að halda tónleika með
með hljóðfærum úr Jamestown. Hvernig gerist þetta allt saman? Þú ert náttúrulega tengist Jamestown, já það orðið búið að stofna félag í kringum Jamestown strandið og þar ert þú. Þannig að þetta tengist allt saman. Þetta tengist allt saman. Það var nú svolítið skondin saga að segja frá því þegar að ég var boðið að vera í stjórn þarna á Jamestown á hún Helga Margrét Guðmundsdóttir, hún sem svona primus motor í félaginu. Hún vinnur í útvarpshúsinu og var einn dag að taka lyftuna upp á sinn vinnustað og það háttar þannig til að í annarri lyftunni spilur Rás 1 og hinni lyftunni spilur Rás 2 og hún segist alltaf velja lyftuna sem spila það sem Rás 1 er. Og þá var ég akkurat í viðtali hjá henni Sigurlegu Margréti Jónasdóttur á Rás 1. Á Rás 1 sko og akkurat þegar Helga kemur inn í lyftuna að segja frá þessum við sem ég er að nota í hljóðfærin sem kom úr þessu skipi Jamestown og þá var hún akkurat nýbyrjuð að hugsa þetta strand. Þannig að hún bara hringir í mig bara með þetta saman og ég bara sjanghæði þær inn í hópinn og búinn að vera í honum alveg frá stofnun sko. Og þetta alveg meira skemmtilegt starf sko, þar sem við erum að reyna að finna út hvar hvert viðurinn fór, í hvað var hann notaður og ef það eru hús ennþá standandi sem eru með byggður þessum við að þá viljum við merkja þau sérstaklega, þú veist að þetta sé úr þessu strandi. Það svona hlutverk félagsins Jamestown félagsins að það að finna út söguna, hvaða hús eru, hafa verið, hvað þessi viður hefur verið notaður í hvaða húsum á Íslandi. Mörgum á Suðurnesjum og enn líka víðar. Já, þetta ég heyrði einhvern tímann sagt að það hefði verið byggð hús úr þessu alveg frá Rangárvöllum og upp í Borgarfjörð sko, á því svæði sko. Af því að þetta var alveg gríðarlegt magn af timbri sko, þetta voru 100.000 plankar sem voru sko 3 tommur sinnum 12 tommur. 2,40 upp í 3 metrar á lengd. Þetta ekkert smáræði. Og 1881 þegar allir bjuggu í torfkofum, lifðu á harðfisk og súrmat, þetta hefur verið þvílíkur fengur sko, bara að fá sko þetta til að ég hugsa þetta hafi bjargað lífi margra Íslendinga frá þessum tíma sko, Suðurnesjamanna sko. En varðandi tónleikarna sem að þú ert að tengja við Jamestown og en það er fleira sem spilar inn í þetta, verður mikil sál í þessum tónleikum. Þú ert að tala aðalega úr fjölskyldu konunar sem að tengjast þessu líka. Já, það er Landgafa konunar. Já, hann var fæddur á Gauksstöðum í Garði árið 1871, hét Álfur Magnússon og var svona, ef ekki að segja bara svona svolítið Sölvi Helgason. Og samdi mikið að ljóðum, orti mikið að ljóðum og ég samdi nokkur lög við það og við erum búin að útsetja eitt lagi fyrir kvartett. Við gerðum það reyndar í fyrra þegar ég var á listahátíð með kvartettspil líka. Og þá að flytja það og ég er að reyna að fá frænku mína til þess að syngja með, af því að það er svo stór partur af laginu, söngurinn eða textinn. Þannig að það verður gaman, þetta verður ótrúlega, ég veit ekki hvort að ég lifið af með geðsýraringu þarna, þessa tónleika sko, því að það heyra spilað á hljóðfæri sín og laga eftir sjálfan sig. Já, gerist ekki mikið betra? Nei, ég held ekki. Ég hefur aldrei dottið í huga að semja nein lög eða eitt eða neitt. Kom það bara allt í einu? Já, þetta var alveg ótrúlega skrítið. Ég er mjög forvitinn fortíðina og var að lesa í bók sem heitir Frá Ysturnesjum og þar er þáttur þennan Ál Magnússon og svolítið að ljóðum frá honum. Og var alltaf með bókinn inn á vegstæðinu hjá mig bara og var að lesa svona í gegnum þetta svona öðru hvoru með vinnunni og svona og svo
einn daginn þá greip ég gítarinn og ég vissi ekki fyrir á 2 dögum, þá var ég búinn að semja lög við 11 ljóðabálka. Það var alveg ótrúlegt, það var bara eins og að lögin kæmu svona til mín bara út úr ljóðunum. Það var alveg magnað. Og eitt af þessum lögum verður flutt þarna á tónleikunum, það heitir Horfin æska og mjög sterkur texti við það lag sem að og skemmtilega. Voru textanir frá, þetta voru lög við textana frá Álfi? Já, allt saman. Það var alveg, og síðan hef ég ekki samið eitt lag. Nei? Nei, þetta bara kom bara þarna. Og hvernig samtöru það? Bara á gítar. Á gítarinn? Já, og það er svo magnað sko að ég prentaði út textana og skrifaði hljómana við þá sko. Ég les ekki nótur og svoleiðis sko, þannig að ég gat ekkert verið að skrifa nótur við þetta sko. En bara fyrsta spilunin á hverju lagi festi svo rosalega í hausnum á mér að ég gleymi þeim aldrei. Alveg frá því ég byrjaði að læra hljóðfærasmíðina eða fiðlusmíðina þá sagði ég við sjálfa mig að ég myndi einhvern tímann bjóða upp á tónleika þar sem það yrði spilað á hljóðfæri eingöngu eftir mig og það er að verða raunin núna 1. nóvember. Leið við þakkum fyrir áhorfið. Viljum minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum á fullu í fjölmiðlun hér á Suðurnesjum. Gefum út vikulegt blað hér og höfum gert í nærri 40 ár. Þar sjáum við nýtt efni í hverri einustu viku. Á Víkurfréttavefnum erum við með fréttaþjónustu alla daga vikunar og á kylfingur.is. Þar erum við með golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesjamagasíns sjáum þið á Hringbraut og á Víkurfrétta vefsíðunni. Við þykjum ábendingar gott efni í alla okkar miðla, þannig að endilega verið í sambandi við okkur og senda okkur tölvupóst á vaff@vaff.is. Við þakkum fyrir okkur að sinni. Við sjáumst að viku liðinni. Verið sæl.